Góðan daginn, velkomin á þennan bæjarstjórnarfund númer 549. Í dag 18. mars 2025 og klukkan 5. Mættir fundarins eru Kristján Þór Kristjánsson, Anný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Dagný Finnbjörnsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, Finnur Rakel Árnadóttir og Þorbjörn Halldór Jóhannesson, og starfsmaður fundarins Bryndís Ósk Jónsdóttir. Til þess að byrja með að forseti óska eftir að eitt mál verði tekið inn með afbrigðum samkvæmt heimild 16. greinar bæjarmálasamþykktar sem yrði númer 11 á dagskrá. Viðauki númer 4 en málið var tekið fyrir á fundi bæjarráðs mánudaginn 17. mars 2025 og vísað til bæjarstjórnar. Ég ber þá tillögu upp þegar mig gefið merki ef að það samþykkt með öllum atkvæðum. Þá það fyrsta mál á dagskrá fundi bæjarstjórnar 2022-26. Tillaga frá bæjarstjórum að bæjarstjórn færi fyrirhugaðan fund hjá sér sem halda átti 30. apríl, þannig að hann verði haldinn þriðjudaginn 7. maí. Fyrri umræða ársreikning yrði þann 7. maí og síðar umræða er fyrirhugað á fundi 15. maí. Orðið er laust. Það enginn beðið orðið, þá með ég gefa merkið sammála og þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Það er komið annar mál, það er Sætún 5 á Suðureyri, umsókn lóðaleigusamning. Tillaga frá fundi 648 hjá Skipulags- og mannvirkjanefnd. Fundurinn var haldinn 13. mars 2025 að bæjarstjórn samþykki að heimila útgáfu lóðaleigusamning við Sætún 5 á Suðureyri. Orðið er laust. Það er enginn beðið orðið, þá með ég gefa merkið sammála. Samþykkt með öllum atkvæðum. Þriðja mál, það er Æðartangi 9, Ísafirði, umsókn lóð. Tillaga frá fundi 648 hjá Skipulags- og mannvirkjanefnd. Fundur var haldinn 13. mars 2025 að bæjarstjórn samþykki að Vestfirskir verktakar e.h.f. fái lóðina með Æðartanga 9 á Ísafirði, samkvæmt umsókn, með þeim reglum sem gildi eru og settar kunni að verða. Lóðarumsókn fellur og gildi hafi byggingarleyfi ekki verið gefið út innan 12 mánaða frá úthlutun. Orðið er laust. Nanný, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér ætla ég að taka til mál undir þessum lið næstu mál sem að verða fyrirtekin vegna Æðartanga og Hrafnatanga. Reyna að útskýra þetta í eitt skipti, en ef að vakna einhverja spurningar þá er ekkert mál að spyrja undir næstu málum. En þannig var að við auglistum þessar 4 lóðir til úthlutunar á lóðalista. Við fengum 10 umsóknir þessar 4 lóðir frá 4 aðilum. Og þá hófst vinna við að ræða við hluthafundur og athuga hvort að við getum komist að einhverju sameiginlegu niðurstöðu sem hentaði öllum aðilum. Markmið sveitarfélagsins er náttúrulega úthluta lóðum sem að fara faktist í vinnu eða það sem er byggt á og það fer einhver starfsemi í gang. Eftir mörg samtöl og samninga sem að bæjarstjóri stjórnaði ásamt starfsmönnum á 4. hæð, þá komst niðurstaða í þetta mál. Við greindum hvað hverju umsækjendur voru að falast eftir og hver framtíðarplönin væru. Þannig að á fundi Skipulags- og mannvirkjanefndar voru í rauninni tekin fyrir öll þessi mál og þess vegna er þetta kannski pínu flókið. Það voru tekin fyrir allar þessar 10 umsóknir frá þessum 4 aðilum þessar 4 lóðir. En í upphafi þá var ákveðið að taka 2 af þessum 4 lóðum af lóðalista, en okkur þótti enga síður mikilvægt að svara hverju og einni umsókn og þess vegna komu mörg mál sömu lóðir í fundargerð Skipulags- og mannvirkjanefndar. Það er óþarfi að taka þær svo fyrir hér þar sem að nefndin er faktískt búin að svara, en niðurstaða nefndarinnar var að taka lóð á Æðartanga 11 og Hrafnatanga 6 af lóðalista og úthluta Æðartanga 9 og Hrafnatanga 4 til hlutaðeigandi aðila sem sóttu þær. Einn aðili féll svo frá sínum umsóknum og hann sótti 4 lóðir. Þannig að þetta endaði farsællega, en þetta er kannski pínu flókið í skilningi. Þetta kemur allt inn í
belgóbið en hugmynd nefndarinnar var enga sigur að hver og einn aðili fengi svar við hverju og einni umsókn til að skýra þetta. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá megi gefa mig merki ef þeir eru sammála þessu. Samþykkt með öllum atkvæðum. Þá komin í 4. mál, Hrafnatangi 4 á Ísafirði, umsókn lóð. Tillaga frá fundi 648 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd. Fundurinn var haldinn 13. mars 2025 að bæjarstjórn samþykki að úthluta lóðinni Hrafnatanga 4 til Nora Seafood e.h.f. Samkvæmt úthlutunarreglum Ísafjarðarbæjar í samræmi við umsókn dagsett 11. febrúar 2025 þar sem sóttur lóðina Hrafnatanga 4 Ísafjarði til vara með þeim reglum sem gildi eru og settar kunna verða. Lóður umsókn fellur úr gildi hafi byggingarleyfi ekki verið gefið út innan 12 mánaða frá úthlutun. Orðið er laust. Það var engin beðið orðið, þá megi ég gefa merki ef þeir eru sammála þessu og þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá eru komin á 5. mál, lóðir á Suðurtanga. Tillaga frá fundi 648 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd. Fundurinn var haldinn 13. mars 2025 að bæjarstjórn samþykki að lóðirnar við Hrafnatanga 6 og Æðartanga 11 verða teknar á lóðalista á grundvelli 7. greinar lóða úthlutunarreglna Ísafjarðarbæjar og samið verði við Eimskip Ísland e.h.f. Nefndin telur að tryggja þurfi lóðir fyrir land- og sjóflutninga sem næst hafnar- og gámasvæði. Staðsetning á þessu svæði mun bæta umferðaröryggi á Suðurtanga. Orðið er laust. Það er engin beðið orðið. Þá megi gefa mig merki ef þeir eru þessu sammála. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Það er komin í 7. mál á dagskrá, lóðamál í íþróttamannvirkja á Torfnesi, Ísafirði. Tillaga frá fundi 648 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd. Fundurinn var haldinn 13. mars 2025 að bæjarstjórn heimili endurskoðun og deiluskipulagi íþróttasvæðis á Torfnesi og lóðin við Seljalandsveg 29 verði felld út og svæðið stækkað sem því nemur. Orðið er laust. Nanný. Forseti bæjarfulltrúar, undir þessum lið þá vorum við svolítið að velta fyrir okkur hlutunum. Kemur í ljós að í upphafi þá er þetta svona bókhaldsmál að búa til lóðir undir fasteignir eða eignir Ísafjarðarbæjar þannig að það sé hægt að skrá rétt kostnaðarlið á rétt númer og það var búið að teikna upp frá starfsmönnum 4. hæðar hvernig þetta geti litið út að það er þessi steinlóð utan vallarhúsið eða íþróttahúsið á Torfnesi og önnur lóð undir báða vellina og vallarhúsið og allt það svæði og eins og ég segi upphafið er þá að þetta er svona bókhaldsmál sem hefur lengi verið í vinnslu á báðum bæði frá bókhaldinu og 4. hæðinni hvernig sé hægt að útfæra þetta og sérstaklega núna eftir að kostnaður hefur aukist mikið á svæðinu sérstaklega við mokstur vallana, við erum svo með stúkuna og svo erum við með vallarhúsið að það þarf að geta bókhaldsskráð þetta rétt. Hins vegar þegar við fórum að ræða málið og skoða teikningarnar þá fórum við að velta fyrir okkur að það er þessi litli bútur Seljalandsvegur 29 þar sem einu sinni var einbýlishús verður væntanlega ekki aftur að hvort það væri ekki þá tímabært fyrst við værum að taka upp og breyta deiluskipulaginu á annað borð að innlima þessa lóð Seljalandsvegur 29 þannig að hún myndi falla inn á íþróttasvæðið og falla út af lóðalista því að eins og við segjum við teljum að það verði væntanlega ekki byggt einbýlishús þarna og ekki skemmtilegt að vera með einbýlishús beint ofan við akveginn. Þannig að það var úr á hugmynd okkar og að vísa þessu þá hingað og að það yrði heimild þess að taka upp deiluskipulagið og fella út þessa lóð og þannig að við hefðum stærra svæði til þess að hafa í siktinu þegar við varum okkur langað til þess að gera eitthvað meira og skemmtilegt á Torfnesi. Þannig að Takk fyrir þetta. Kristján hefur beðið orðið.
Forseti bæjarfulltrúar þessum á Hlíða. Ég ætla næstu að monta með því að ég held að ég hef átt þessa hugmynd. Ég ætla að bað fulltrúa Framsóknarflokksins að fara með þessa hugmynd inn á fundinn. Hvort að þetta væri nefndinni, hvort hún væri til í þetta, því að ég hef náttúrulega í langan tíma og margir í Framsókn með mér, okkur dreymir ennþá íþróttamiðstöð þar sem við getum öll komið saman og hist og farið jafnvel í sund og krakkarnir skroppið á æfingu eða út á völl og meira þess að einhvern tíma var hugmynd ef við horfum til framtíðar þá einhvern tíman voru starfsmenn safnahúsins eða bókasafnsins sem vildu endilega fá nýtt húsnæði undir það. Það eru nokkur ár síðan sú hugmynd kom upp. Ég ætla ekki að fara alveg svo langt núna en það var stofnuð nefnd á síðasta kjörtímabili sem miður náði ekki að klára sitt verk og annað slíkt og ég hef rætt þetta áður í þessu kjörtímabili að ég hef áhuga á að það er endursett þessi nefnd sem væri mögulega hægt að skoða bara til framtíðar skipulag á þessu svæði hvernig og hvort væri hægt að koma fyrir inni sundlaug eða úti sundlaug eftir sem fólk vill ef að nóg heitt vatn finnst. Þetta er rosalega flott aðstæða á sumurinn og vorum þegar sólin fer að skína sunnanmegin við hús held ég, cirka bát. Þar er algjör pollur á sumrin, þar getur verið útisvæði fyrir þetta og það væri hægt að koma fyrir, ég er búin að teikna alls konar, ég get sýnt ykkur fullt af teikningum sem eru mjög lélegar en ykkur leiti geymslur hinum með við húsið þar sem að vera hægt að geyma stóla og annað slíkt til veisluhald því að það er alveg hörmung að halda stórar veislur þarna þar sem stólar eru geymdir allstar í öllum skúmaskotum og upp á svölum og annað slíkt og ég hef líka hugmyndum að setja þarna meira, ég með alls konar hugmyndir en ég held að nummer 1 væri hægt bara að setjast niður og skoða hvort það sé vilji og annað slíkt til að skoða þetta til framtíðar. Sundlaugin okkar hér er að komin á endurbætur, það eru komnar tillögur að hvað kostar til dæmis bara að setja upp nýjan búnað þar niður og annað slíkt. Þannig að það geti þess vegna verið ykkur leið að fara að skoða þetta akkurat á þessum tímapunkti hvernig þetta er en allavega ég ætla allavega að gera grein fyrir af hverju ég baði þessa hugmynd inn og lýsi við vilji mínum ef fólk vil fara lengra með að komast ykkur lengra að þessu og ég vil að beða að tala lengur sem gerist nú ekki oft, hvorki hér eða heima hjá mér en aðra hugmynd ef þau eru með mynd í íþróttahúsinu þá er svona smá hot sem kemur inn, ég myndi leggja til að þar væri sett jafnvel framleiðslu eldhús og önnur herbyggi sem væri gert þar sem væri að halda ennþá betri veislur. Ég myndi hafa sundlaugina að ofan til að það væri hægt. Það er hægt að koma það er hægt að koma þar fyrir líka og ég legg til að þið googlið hérna Pálshöll í Vágur í Færeyjum. Skoðið myndir þar sem þeir settu, við þurfum ekki að hugsa alltaf allt og dýrt, bara settu límtrés, bita utan á, inni sundlaug, hún er vissu 50 metra sem ég til allt og langa fyrir okkur. Og á ég ekki bara taka stjórn á fundinu Magnús, ég get alveg gert það, ég kann þetta sko en Maggi, ég ætla að skilja tölvuna mín eftir þetta og þá getur þú farið yfir næstilega, takk fyrir mig. Takk fyrir þetta Kristján. Já, ég lenti smá tækni í vandræðum. Sigríður hefur beðið orðið. Já, forseti og aðri tilheyrendur og bæjarfulltrúar, ég ætla að treyna hérna aðeins svo að forseti geti tjónka við tölvunum sína og taka boltan frá Kristjáni. Hann er nú svo mikill boltamaður, alltaf hendandi upp boltum og svo verða einhverjir að grípa það. Ég var nefnilega að lesa fundagerð skóla íþrótta og tómstundanefndar frá því morgun og þar var lagt til að það yrði gerð 2 til 3 ára áætlun uppbygging á skíðasvæðinu. Þannig að það er ljóst að það eru kosningar á ári, fólk er farið að kasta boltum í allar áttir og ljóst að baráttan mun fara að standa þetta hvort að á milli Torfnes og skíðasvæðisins sýnist mér og öllu. Ég bíð bara spennt eftir að fleiri hugmyndir komi upp úr hattinum hjá bæjarfulltrúum. Þannig að en sjálfri er ég mjög hlynnt uppbyggingu íþróttamannvirkja. Ég vil bara segja það og láta það koma fram, sama hvaða íþrótti það eru.
Því að ég tel að þar fjármagni vel varið fyrir komandi kynslóðir og ekki síður okkur þegar að fram í sækir og já, en ég ætla ekki að fara að tala erfidrykkjur, en allavega látum þetta duga. Takk. Takk fyrir þetta. Kristján hefur beðið orðið. Það alltaf í lagi. Ég ætla bara ítrykka að ég ekkert endilega í kosningaham. Þetta búið að vera mitt hjartans mál lengi fyrir kosningar. Ég hef alltaf öfundað þegar ég kom inn í bæjarfélag þar sem fólk getur labbað inn og það svona íþróttamiðstöð þar sem allt og þetta verður bara ákveðin félagsmiðstöð, stutt frá Hlífarna og þau geta komið þarna inn. Talan þegar við erum búin að byggja knattspyrnuhús líka, svo ég fari ennþá lengra. En það hefur samt, ef við förum bara fyrir utan svona kannski síðustu 2 kjörtímabil, þá hefur farið að stað svona svolítil uppbygging sem hefur aðalega komið fram í kringum knattspyrnusvæði, knattspyrnuvellir, en það var nú afsprengi varð inn í skotíþróttasvæði út af þeim knattspyrnuvelli og stúku sem var byggð þar að mestu leyti í sjálfboðavinnu. Skíðasvæðið eins og Nanni bent á fundi hérna daginn að verða jafn gamalt, nú þetta skíðasvæði og gamla skíðasvæði var þegar það fór. Þar hefur eiginlega ekki orðin einn uppbygging heldur á þeim íþróttamannvirkjum nema í sjálfboðavinnu aðalega á gönguskíðasvæðinu, ekki á alpasvæðinu. Knattspyrnusvæðið var algjörlega komið á tíma þegar það var tekið í gegn þarna og ég eiginlega rauninni ekki að biðja að við séum að fara að byggja nýja sundlaug og búningsklefa og líkamsræktarstöð og pottastöð á næstu kjörtímabili. En ég bara sé einhvern veginn fyrir mér að ef við setjum okkur einhver markmið jafnvel til 20 ára, ef við viljum þetta, skiljiði, að þetta sé þetta sett niður og sé kannski að þetta brjóti þetta niður í einhverjar einingar, sko. Byrja með útisvæðið eða byrja á búningsklefanum og fara svo í pottana og það eiginlega bara það sem ég óska eftir, hvort það sé eitthvað vilji til þess að í alvöru skoða þetta til framtíðar. Takk. Sigríður hefur beðið orðið. Já, forseti og aðrir tilheyrendur. Já, það gott að gera plan og til langs tíma og mér langar til þess að minna bæjarfulltrúa á það að nú stendur yfir undirbúningur að gerð þjónustustefnu fyrir sveitarfélagið og það einmitt akkurat góður stað til þess að koma svona hugleiðingum á framfæri. Varðandi það hvar við viljum byggja upp íþróttamannvirki, knattspyrnuhús, sundlaugar, félagsheimili eða hvað það hvaða þjónusta sem það sem við viljum hafa í sveitarfélaginu og það alveg þannig að það þarf ekki allt að vera til allstaðar. Við getum alveg sett niður svona einhver sérkenni fyrir hvert byggðarlag og ég held að við getum alveg unnið það áfram og það líka góður vettvangur og það sem við þurfum að gera í þjónustustefnunni að það að fara með þetta til íbúa og ræða þetta á íbúafundum. Og ég hvet alla bæjarfulltrúa, hvort sem þeir eru aðalmenn eða varamenn, að taka með virkum hætti þátt í þessari vinnu. Við erum nú þegar búin að funda einu sinni bæjarfulltrúar, það búið að vinna greiningavinnuna og næsta skref að fara í íbúafundi sem við ætlum að gera núna með vorinu og já, ég ítrykka það, ég hvet ykkur til að taka þátt í. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls þessu lið? Svo ekki, þá megið ég gefa merki ef að þeir eru sammála þessu. Þetta samþykkt með öllum atkvæðum. Það eru komin í 7. mál. Réttarholt í Engidal, Skutulsfirði, stækkun og uppbygging kirkjugarðs. Tillaga frá fundi 648 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd. Fundurinn var haldinn 13. mars 2025 að bæjarstjórn samþykki að heimila málsmeðferð og greinargerð með uppdrætti frá Verkís dagsett 7. mars 2025 samanber 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið laust. Það verður engin beðið orðið, þá með ég gefa merki eða þessu sammála. Samþykkt með öllum atkvæðum. Það voru komin í 8. mál Æðatangi 11 og Ísafirði, umsókn lóð.
Tillaga frá fundi 648 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd. Fundur var haldinn 13. mars 2025 að bæjarstjórn samþykki að lóðin við Æðatanga 11 verði tekin af lóðalista á grundvelli 7. greinar lóðaúthlutunarreglna Ísafjarðarbæjar. Hér áðan samþykkti bæjarstjórn í máli nr. 5 fyrra fundinum að taka lóðina við Æðatanga 11 af lóðalista á grundvelli 7. greinar og leggur forseti því til að þessari síðari tillögu verði vísað frá. Mikið með merkiður þessu samanlega. Orðið er laust, Kristján. Forseti, ég ætla ekki að vera á móti þér, Magnús, ég bara styð það, en ég bara er að nýta tækifæri mitt til að koma þetta upp, þannig að finnst það svo gaman. Og bara minna á það, ég ætlaði að gera þetta áðan, ég bara glemdi því. Ég ætla ekki að tala íþróttamál. Það er greinilega mikil eftirspurn sem er frábært eftir þessu lóðum. Og við höfum rætt að meðal annars í bæjaráði að hvort það sé ykkur leið, og ég bara svona sá þessu frægi að gera Suðurtangan og fleiri tanga til fyrr þó þeir séu ekki á áætlun núna, en það virðist vera að gatnagerðargjöldum að við gætum alveg fengið þær tekjur upp í að gera þessar lóði klárar. Þannig ég bara svona sá þessu frægi hvort það sé ykkur möguleiki að gera það og koma þá ennþá meiri lífi á Suðurtangan, og þetta virðist bara vera hefnast ágætlega hjá okkur. Takk. Takk fyrir það, Sigríður, hefur beðið orðið. Forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég ætla bara að svara Kristjáni hérna. Það liggur fyrir að það er verið að fara að undirbúa hönnun á Suðurtanga að skal ég ykkur að hluta til, ekki alla leiðinirður, heldur að götunni sem er þvert, sem að mig minnir að getur verið, hún heiti Skarfatangi. Nú man ég ekki alveg götuna, en allavegna, þannig að það er í sjálfu sér hálfur Suðurtangi sem að liggur fyrir að verði hannaður, og ég vona að það kemur í ljós svona þegar að líður á árið hvort við getum hafið framkvæmdið þá síðar á þessu ári við að undirbúa þetta. En ég ætla ekki að lofa því, en þetta er allan að við erum mjög meðvituð um það að þetta geti verið eitthvað sem við höfum tækifæri til að gera á árinu. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá megi ég gefa mig merkir samþykk tillögunni minni að vísa þessu frá. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá eru komin í 9. mál, Hrafnatangi 6 á Ísafirði, umsókn lóð. Skipulags- og mannvirkjanefnd leggur til við bæjarstjórn að lóði með Hrafnatanga 6 verði tekin af lóðalista á grundvelli 7. greinar lóðaúthlutunarreglna Ísafjarðarbæjar. Skipulags- og mannvirkjanefnd lagði jafnframt til við bæjarstjórn að úthluta lóðinni Hrafnatanga 4 til Nora Seafood samkvæmt úthlutunarreglum Ísafjarðarbæjar í samræmi við umsókn dagsett 11. febrúar 2025 þar sem sótt er lóðina Hrafnatanga 4 og Ísafirði til vara. En þá tillögu má þó jafnframt finna í lið 4 á fundinum. Leggur forseti því til að þessari síðari tillögu úthlutun Hrafnatanga 4 verði vísað frá þar sem bæjarstjórn hefur þegar samþykkt umsókn Nora Seafood lóð á Hrafnatanga 4. Hér áðan. Jafnframt leggur forseti til að tillögu að lóðinu við Hrafnatanga 6 verði vísað frá þar sem bæjarstjórn hefur þegar samþykkt að taka lóðina af lóðalista. Samkvæmt ákvörðun hér í 5. máli áðan. Orðið er laust. Allir að hugsa, þetta er svo mjög flókin lestur. En mér sýnist enginn hafa beðið orðið. Þá megi ég gefa mig merki að þau eru sammála þessu. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá eru komin í 10. mál. Viðauki við fjárhagsáætlun 2025. Viðauki nr. 3. Fyrirstöðugarður og stormpollar. Lagður fram til samþykktar viðauki nr. 3 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar vegna tillagna af fundi 260 í Hafnarstjórn sem haldinn var 7. mars 2025 vegna 80 metra fyrirstöðugarðs við Suðurtanga og stormpolla við Sundabakka. Áhrif viðaukan á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er 0 krónur. Áhrif viðaukans á sveitasjóð A er 0 krónur og því rekstrarafgangur óbreyttur 223 milljónir.
Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er 0 krónur og því rekstrar afgangur óbreyttur 995 milljónir án samstarfsverkefna B hluta. Orðið er laust. Það er engin beðið orðið, þá má ég gefa mér merkið eru sammála þessu. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá er það 11. mál, viðauki við fjárhagsáætlun 2025, viðauki númer 4, notendaráð fatlað fólks á Vestfjörðum. Mál tekið inn með afbrigðum en er að ræða tillögu frá fundi 1318 hjá bæjarráði sem haldinn var 17. mars 2025 að bæjarstjórn samþykki viðauka 4 við fjárhagsáætlun 2025 vegna launakostnaðar notendaráðs fatlað fólks á Vestfjörðum. Áhrif viðaukans á rekstrarniður samstæðu Ísafjarðarbæjar 0 krónur. Áhrif viðaukans á sveitarsjóð A er 0 krónur og því rekstrarafgangur óbreyttur 223 milljónir. Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er 0 krónur og því rekstrarafgangur óbreyttur 995 milljónir. Orðið er laust. Sigríður, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér er lagður fram til samþykktar viðauki númer 4 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar á yfirstandandi ári. Þetta er vegna launakostnaðar notendaráðs fatlaðs fólks á Vestfjörðum. Þetta er kostnaður við 3 fundi sem eru áformaðir og munu kostnaður við þessa fundi vera 670.000 krónur rúmlega. Og þar að auki er lögð til hækkun á aðkeyptri þjónustu vegna endurskoðunar á samningi í velferðarþjónustu Vestfjarða. Þetta er kostnaður auki sem er samanlagt 1,1 milljón rúm og er því mætt með auknu framlagi frá jöfnunarsjóði vegna málefna fatlaðs fólks. En þetta er samningur sem við gerðum 2023 velferðarþjónustu á Vestfjörðum og það liggur fyrir að það þarf, nú er komin reynsla á hann, það er búið að safna upplýsingum það sem að svona hnökra sem að þarf að laga og straumlínu lagan, þannig að þetta er svona nauðsynlegt að fara í þessa vinnu og það er ástæðan fyrir þessum viðauka. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá megi ég gefa mér merkið þeir eru sammála þessu. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá eru komin í fundagerði sem verða laða fram til kynningar og við byrjum á bæjarráði. Lögð fram til kynningar fundagerð að fundi 1317 á bæjarráði, en fundur var haldinn 10. mars 2025 og fundagerðin í 9 liðum. Orðið er laust. Það verður engin beðið orðið, þá er þessi fundagerð lögð fram. Þá eru komin í 13. mál sem er hafnarstjórn, lögðu fram til kynningar fundagerð að fundi 260 hafnarstjórn. Fundur var haldinn 7. mars 2025 og er fundagerðin í 10 liðum. Orðið er laust. Það verður engin beðið orðið, þá er þessi fundagerð lögð fram. Þá eru komin í 14. mál skipulags- og mannvirkjanefnd, lögðu fram til kynningar fundagerð 648 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd. Fundur var haldinn 13. mars 2025 og er fundagerðin í 14 liðum. Orðið er laust. Það verður engin beðið orðið, þá er hún lögð fram. Þá er það 15. mál umhverfis- og framkvæmdanefnd, lögð fram til kynningar fundagerð 155 hjá umhverfis- og framkvæmdarnefnd en fundurum var haldinn 12. mars og er fundagerðin í einum lið. Orðið er laust. Það verður engin beðið orðið, þá er þessi fundagerð lögð fram og þá erum við með 16. mál, það er velferðarnefnd. Lögð fram til kynningar fundagerð 468 að fundi velferðarnefndar en fundurum var haldinn 11. mars 2025. Fundagerðin er í 3 liðum. Orðið er laust. Það verður engin beðið orðið, þá er þessi fundagerð lögð fram og dagskráin hjá okkur er tæmd og ég slíti þessum fundi.